daginn, ég heiti Sigrún Ámundadóttir og forstöðumaður hugbúnaðarþróunar hérna. Ég ætla aðeins að fá að stela af ykkur nokkrum mínútum til þess að segja frá fyrirtækinu og það er gaman að sjá hvað eru margir hérna í dag en það voru liðlega 200 manns skráðir á, þakkaði fyrir Stefán, ég á svo illa við með að standa bak við púlt. Það voru liðlega 200 manns skráðir á þennan morgunverða fund og það er ekkert skrítið því að samkvæmt Gartner þá skorar öryggi mjög ofarlega í hugum stjórnenda í upplýsingatækni. En núna síðustu vikur höfum við einmitt verið með morgunverðarfundi önnur málefni sem eru ofarlega í ykkar hugum og það er einmitt viðskiptagreindin og móbællausnir. En það var alveg troðfullt hérna út úr húsi þegar við kynntum slíkt hérna fyrir nokkrum vikum. Nú á döfinni er morgunverðarfundur cloud computing og þið sjáu það auglýst síðar. En nokkrar tölulega staðreyndir fyrirtækið okkar og Advania á rætur sínar að rekja allt til ársins 1939 þegar Einar J. Skúlason er stofnaður. Og Einar J. Skúlason fékkst við innflutning á ritvélum og viðgerðir á slíkum tækjum og það er kannski spurning hvort að þetta sé upplýsingatækni, það er allavega einhvers konar hvert lyklaborð þarna, það er ekki hvert í, sá ég. Nú 1952 eru skýrsluvélar ríkisins og Reykjavíkurborgar stofnaðar og þegar ég fór í þriðaskipti á Grís þá voru starfsmenn skýrsluvéla að vinna á svona tæki. En í dag erum við með aðeins flottari græjur. Þetta er það nýjasta nýtt frá Dell og lítur alls ekki illa út. Nú, ef við förum aftur til ársins í ár, 2012, þá hafa síðustu 2 ár verið mikið umbrota skeið fyrir fyrirtækið eða breytingaferli líklega frekar hægt að segja þegar að þessi fyrirtæki upplýsingatækni voru saminuð undir einum hatti. Þetta eru fyrirtæki á Íslandi, Noregi, Svíþjóð og í Lettlandi. Og lokaferli í sameiningaferlinu var tekið núna í janúar þegar við sameinuðumst öll undir einu nafni, Advania. Og við erum mjög ánægð með þetta heiti, okkur finnst það, hvað sem er, koma mjög fljótt og verða okkur mjög eðlislegt fljótt að skipta yfir í Advania og merkilegt nokk þar sem við öll vorum mjög tengd okkar gömlu fyrirtækjaheitum. Nú það eru 1100 starfsmenn sem vinna hjá fyrirtækinu heild, þar af 600 á Íslandi og 500 á Norðurlöndunum. Nú við erum 9. stærsta upplýsingatækni fyrirtækið á Norðurlöndum ef miðað er við veltu og það er þá skráð fyrirtæki í Kauphöll. Og þetta er svo Glærár Gettu betur í gær en þetta eru borgirnar þar sem við höfum höfuðstöðvar. Þetta er Reykjavík, Osló, Stokkhólmur og Ríga og hérna í miðjunni er nýja húsið okkar í Sætúninu þar sem að helmingur starfsmanna er fluttur inn og hinn helmingurinn flytur inn í haust. Nú áætluð velta í ár eru 25 milljarðar og þetta er velta sem við sækjum til 10.000 fyrirtækja viðskiptavina en við erum aðalega að sinna fyrirtækjum hérna. En þó erum við líka á einstaklingsmarkaði því okkur telst til að það séu 100.000 Dell-tölvur í notkun á landinu í dag sem er ekki slæmt. Nú hérna eru frekari upplýsingar hvað við erum að gera í hverju landi. Íslandi eru 600 starfsmenn og við erum allt í öllu sem skýrist af stærð markaðarins og stærð Advania. En í Noregi er meiri sérhæfing, þar eru 200 starfsmenn sem eru í viðskiptalausnum og þá bara í Dynamic X. Sérhæfa sig líka einnig inn á atvinnugreinar. Nú Lettland, þar eru forritarar sem eru að vinna bæði fyrir Noreg og Ísland en Svíþjóð er aðalega í rekstrarþjónustu, svona alþjónustu fyrir fyrirtæki. Nú ég ætla ekki að hafa þetta lengra og vil bara þakka ykkur enn og aftur fyrir að taka tíma og koma og heimsækja ykkur og einnig vil ég þakka sérstaklega fyrirlesurunum hérna í dag. Og ég vil bjóða Elísabetu Sveinsdóttir, markaðsstjóra, velkomna, hún er fundarstjóri fundarins í dag og gefur mér gott klapp.